Við erum í viku 6 í Vegfarandinn 2 2026 og erum að klára núna í þessari viku námsefni sem er svona bakendamegin í áfanganum og förum síðan restin af áfanganum í React og Next.js mestmegnis og það tengist þá inn í hópverkefni 2, verkefni 4 og 5 sem við förum þá yfir hérna í næstu viku. En það er þess að núna í námsefninu eru öryggi sem við ætlum að fara aðeins yfir svona aðeins hvað er í námsefninu og hvað það er svona sem að ég tel best fyrir ykkur að kynna ykkur til þess að bara fá svona breiddina yfir öryggispælingar en síðan er þetta náttúrulega bara alveg hafsjóra efni sem er að komast í og bara fleiri áfangar sem þið getið tekið hérna við HÍ og við HR líka og farið í mastersnám og alls konar í þessu þannig að þetta er bara þetta er algjör smakk matseðil sem ég býð upp á hérna. Svo kemur hann Jóhann í næstu viku og hann mun vera með gestafyrirlestur öryggismál og fara yfir bara svona praktísk og taka ykkur dæmi og okkur svona. Það er ekki tekið upp, þannig ég mæli með að mæta í næstu viku og hlusta á það. Á miðvikudaginn næstu viku. Ég sendi tilkynningu það sérstaklega bara eftir og svo aftur í næstu viku. Þannig að hérna, þetta verður alveg vel upplýst það. Og í dag ætlum við að byrja á því að fara þessi yfir sýnilausnum verkefni 2, taka síðan nokkur atriði verkefni 3 ef einhver í framhaldi af því og fara síðan aðeins yfir öryggismálin. En ef við förum í sýnilausnina á verkefni 2 þá er hérna mín lausn og aftur, mín lausn er svona tiltölulega yfirgripsmikil og hefði ekki þurft að vera svo mikil í ykkar tilfellum og bara nóg að uppfylla það sem að verkefnið baði en þetta er náttúrulega allt bara að vera kunnulegt hérna við erum með þetta TS6 hérna og við náum í ENF-skrána hér og lótum henni inn og þar erum við með tenginguna við gagnagrunnin eins og við vorum að gera í tíma ég setti síðan upp þannig að það er sett að keyra test sem að setja eitthvað inn í databasein líka og eru þá að keyra hérna og í raun eyða út úr búa til og eyða út úr töflu í þessum testgagnagrunni fyrir keysluna en það náttúrulega er fínt að hafa eitthvað svoleiðis en það er ekki til dæmis hægt að keyra það auðveldlega með GitHub Action test húknum okkar eða actioninu okkar þannig að það til dæmis lætur þetta alltaf feila þegar ég fór ekkert í það að vera eitthvað að reyna skipta því burtu frá því sem ég myndi keyra en bara svona þetta er líka hægt þegar maður gera prófanir að vera bara með gagnagrunn sem við keyrum á og við getum líka til dæmis verið með SQLite gagnagrunn sem við varum að keyra á sem getur þá keyrt í minni en ekki verið með einhvern sér RDBMS keyrandi og já síðan notaði ég mestmegnis allt útlit úr hvað var verkefni 8 frá því Vegfarandinn 1 núna í seinasta haust og aðlagaði það aðeins ég held ég hef nú ekki tekið neitt sérstaklega fram eitthvað sérstaklega hvað ég var að breyta en þetta er ekkert voðalega mikið að CSS-i en samt alveg svona lúmst mikið og svo hélt ég mig við eiginlega alveg sömu þessa JSX uppsetningu og við vorum að fara yfir þannig að við byrjum bara á því að keyra þetta upp þá er þetta bara mjög svipað því sem að við vorum að gera hérna verkefni 3, getum bætt við því verkefni 3 sýni lausn bætt því við reloada sjáum hérna að þetta gerist haka hérna í og vista og þá dettur það neðst þannig að ég er að reyna að ordra eftir created á ókláruðum og svo kláruðum fyrir neðan þannig ef ég bæti núna við einhverju hérna, ég klára þetta þá kemur það hérna fyrir ofan þegar það raðast fyrir ofan þetta því að það var klárað nær okkur í tíma en hitt en bæði eru kláruð og svo get ég eytt og ég get eytt öllum kláruðum og já, þannig að þetta er svona en þetta virkar en þú veist maður sér alveg strax fullt af einhverju ok, okkur get ég ekki hakað í 2 hérna hvað myndi gerast ef ég myndi haka í þetta og það myndi bara klára það eins og var í verkefni 8 en núna ættu að geta séð möguleikan á því
að er að tvinna saman þessu sem við vorum að gera í Web41 sem var að vinna þetta svona client side og svo þessu sem við erum að gera núna í bakendarum. Þannig að ef við myndum núna að segja, ok, við erum búin að gera þetta hérna, en nú vill ég breyta útfærslunni, þannig að ef ég myndi haka í þetta, þá myndi ég klára þetta strax. Hvað væri þá, hvernig myndum við geta tæklað það? Ef ég myndi segja núna, ok, frábært, þið eru búin að vinna þetta verkefni, en nú vill ég að þið bæti við virkni, þannig að í staðinn fyrir að ég íti á þetta og svo þetta til þess að klára, að þá nóg fyrir mig að íta í þetta og að þá uppfærið staðan og þetta verkefni klárist. Það væri unchecked, on-change Já. function sem breytir og kallar á sig. Já, þannig við myndum setja í klientnum event handler á þetta hérna checkbox, eða öll checkboxin, þannig að haki í þetta, þá getum við kert client-side kóða og hvað myndi þá sá client-side kóði geta gert? Senda formið, að senda breyta engi. Jú, hann myndi í raun ekki senda formið, hann gæti sendt svona fetch kall sem að væri að taka þá ID-ið og segja breyttu þessu í að gera completed jafnt og true. Og hvað myndum við þurfa að hafa líka í huga þar? Senda ID-ið, já, við myndum þurfa að senda ID-ið til þess að geta merkt það. En líka hvað ef ég myndi koma hérna og ég myndi gera haldinni space og gera svona. Þannig við myndum þurfa að vera með loading state, þannig við myndum þurfa að bíða eftir því og disabla það að gera þetta aftur og aftur og aftur og meðan við bíðum eftir að við fáum acknowledgement frá bakendanum sem myndi segja það er búið að vista þessa breyttu stöðu og svo myndum við líka þurfa villumeðhöndlun. Ef ég myndi haki þetta og eitthvað myndi gerast að þá myndum við einhvern veginn geta gripið það að það varð einhver villa við það að breyta þessu. Og þetta er svona, já, en ok, þú veist, við bara forðum þetta þannig að það kemur ekki upp villa, en það getur alltaf komið upp villa, þannig að það er bara þetta að hugsa þetta alveg í gegn. Hvað gerist ef að þetta, hvað gerist ef þetta? Og villumeðhöndlunin gæti bara verið að við disablum þetta og segjum einhvers staðar villa koma upp eða eitthvað, eða loggum það bara í konsól. En það sé allavega ekki að einhvern veginn þetta fari í einhverju svona skrýtna stöðu þar sem að eitthvað er bilað og eitthvað ekki. En þegar við vorum að gera það, myndum við þá nota sömu virkni og við erum með hér eða eitthvað annað. Það er að segja, þú veist, þegar ég gerir fetch-kallið sem kemur aðeins inn í það sem þú veist að segja, við myndum submitta forminu. Myndum við submitta forminu? Kannski senda bara eitthvað annað fall á bakvindan sem getur bara uppfært bara eitt hlut. Já, og þá getur það myndi verið vefþjónustukall og þá getur við verið með í raun vefþjónustu sem að við erum í raun að keyra þó svo að þetta sé svona lítið verkefni að þá gætum við verið með vefþjónustu og við gætum farið bara hérna allir í þetta og verið hérna með appið okkar hér og við getum bara sagt app.post kveikt á post á API/update ID og það getur þá verið í raun sambærilegt við að posta forminu nema það myndi þá geta tekið við JSON-i og skila JSON-i og þá í fetch kallinu okkar í client-side áskriftinu okkar myndum við senda JSON payload og taka við payload upplýsingum og uppfæra viðmátið. Og þetta er svona eins og við vorum að gera í verkefni 9 í Web41 þegar það hefur alltaf verið þannig að þá eru þessi svona vefþjónustu verkefni og er það sem við munum gera síðan í verkefni 4 sem er þá í raun að nota það sem við erum að smíða í verkefni 3 að vera búið til bakenda sem eru með vefþjónustum og frammenda sem notar þær vefþjónustu til þess að birta gögnin. Kúplum þá í sundur þessu að vinna með gögnin og að birta gögnin. En svo, já, þannig að þetta er bara kunnulegt með það sem við vorum að gera í tíma hérna saman. Í main þá reyni ég að setja inn þessi svona komment, bara inline sem er að gera eitthvað sérstakt. Við fórum aðeins yfir þetta í tíma. Hérna erum við með þetta error page og þetta to do page. Þannig að ef að þetta hérna myndi skila villu, bara segjum hérna
svona og þá fáum við bara svona. Það er bara einhver villa, við erum ekkert eitthvað að fara þó svo við gætum vissulega gert þetta betur, en það var bara ekki verkefni að fara að gera einhverja svona flókna villumeðhöndlun. Þá get ég farið tilbaka en þá fæ ég alltaf villu, þannig að það er bara leiðilegt, þannig að við slökkum á villunni. Svo er hérna, notum við SOD eins og við gerðum í tímanum aðeins, við notum safe parse og athugum þá þetta ef það kom upp villa að þá birtum við villusíðu hér, annars búum við til to doið, þannig að ég held að ef að við fjarlægjum þá er þetta hérna, ef við bara fjarlægjum required í burt hérna af þessu og gerum svona, þá fáum við villuna, titill má ekki vera tómur. Þetta kemur inn í svona þetta klassíska villu case. Það er ekki nóg að eingöngu treysta því að frammynda validation virki. Við þurfum alltaf að vera með belti og axlabönd verandi að serverinn prófi þetta líka fyrir okkur. Og svo er svona þriðja, ég veit ekki hvað það er, annað belti, er í raun að þegar við erum með bakenda sem að ég ætlum að setja fyrir hér, svo myndum við senda þetta yfir í einhvern annað API, að það API sé líka að passa upp á sína hluti. Af því að það er oft sem að hérna, er ekki gert. Það er bara, já, ert þú ekki með einhvern API sem getur bara valið þetta gögnin? Bara, jú, að sjálfsögðu. En það verður líka mjög gott hjá ykkur að þið myndir líka valið þetta, af því að ef að við klikkum, þá eru þið svona last line defense, þegar þið eru að fara að gera einhverja breytingar á einhverju business kerfi. Og svo fylgir þetta bara sama patternið. Við bara reynum að búa til vistarhlutinn og ef að það gengur ekki að þá birtum við villu. Þannig að það er sama. Ef að það er ekki rétt formu gögn þá birtum við villu. Ef það er ekki rétt insertað gagnið eða uppfært þá birtum við villu. Annars hérna redirectum við. Þannig að við erum í raun að passa upp á þessi stig þar sem að villuna geta komið upp á. Og delete, þá deletar þetta öllum og delete stöku og svo kemur hérna not found. Þá er það bara ef ég fer inn á eitthvað sem er hér að þá birtist þessi síða hérna. Og nú eitthvað hérna flash á layoutinu en allavega. Síðan í samskipti við gagnagrunnin þá er mestmegnis bara verið að senda þessar beiðnir út frá því sem var gefið í verkefnalýsingunni og hér var bara að passa upp á það að setja inn gögnin sem parameter, nota þá þetta parameterized query en ekki að fela þau inn í strengin sem við erum að keyra. Þá er ekki hægt að gera greinamun á því hvað er queryan og hvað eru gögnin og ef gögnin eru eitthvað spillt, það er eitthvað injection tilraun í þeim að það sé hægt að vinsa það út og koma í veg fyrir að það geri eitthvað skandal á gagnagrunnum. Já, svo hérna bara eyða öllu. Síðan eru þessi komponentar hérna, layout komponentar sem við byggum til. Svo þessi villu, hann bara getur tekið inn einhverjar villur hérna sem streng sem eru þá birtar. Formið, mjög líkt því sem við gerðum saman og listin hérna, hann er í raun svona frekar, já, kannski sérstætt hérna, hér er sérkall til þess að eyða og svo sérkall, þú veist, tvö form, annað til þess að uppfara, hitt til þess að eyða. Listin er alveg eins og við gerðum það og to-do pageið tiltölulega svipað því sem við gerðum. Hérna bætist við þetta has finished og has finished er eitthvað sem við getum athuga hérna. Eru einhver to-do sem eru finished og þá birtum við þennan taka. Þannig erum við að nota bara þetta í JSX sem er þetta conditional rendering. Við erum með eitthvað boolean gildi hér og hér getum við birt það eða ekki. Og við notum þetta svolítið mikið síðan þegar við erum að setja upp viðmótið í React, þannig að við mötum skoða það nánar í næstu verkefnum, þar að segja 4, 5 og hópverkefnum 2. Já, svo einhverja týpur hér
og svo erum við með skemað okkar inn í þessu hérna og við hefum líka geta exporta skemanu út frá þessu versus því að hafa það hérna sér. Hérna þessi textar, þeir voru bara því ég var alltaf að vísa í það aftur og aftur, þannig að ég dróð það bara út í einn svona textatöflu hérna. Og þá mætti ég að hugsa líka að það væri hægt að þýða þetta á einhvern auðveldan hátt og það er eitthvað sem við kíkjum aðeins á í lokin sem er svona internationalization, að setja upp í raun vefi þar sem við getum auðveldlega þýtt á og fleiri en eitt tungumál. Já. Eitthvað sem þið lendi vandræði með eða fannst skrítið eða stoppuðu við þessu verkefni? Ja, ég var bara að stoppa og geta postpartinn. Að geta? Hérna. Að posta hér segirðu? Já. Já. Þá getið þið skoða núna þessa lausn og keyrt hana hjá ykkur og sé hvernig þið er og fikta í henni og sé hvernig þið er. En svo sem kveðjum hóna núna eftir verkefni 3 en þetta er samt sem áður svona hlutir sem að eru almennir. Við mögum eftir að skoða aftur formin þegar við förum í React. Þannig að þetta tengist allt. Gekk bara annars vel að leysa þetta verkefni. Senda á remote og ennfallið las ekki neitt á eftir spurningamarki las ekki spurningamarki og neitt á eftir Já, ég skil og ég þurfti að leysa hann að hardcóða linkin inn. Já, ok, en að setja bara streng hérna Ég reyndi Já, áhugavert ég veit ekki hverju það var en Nei. fyrsta sinn sem ég kom með ennfall var ekki lesin rétt. Já, ég man ekki eftir að hafa lent í þannig en það eru almennt séð eru 2 leiðir sem maður sér yfirleitt í þessum nótheimi. Gamla leiðin er að nota library sem heitir .env, .env sem er bara lótar inn .env skrá og núna síðan í Node 20 held ég að það hafi komið þá er hægt að senda sér inn svona hérna parameter. En eins og við sáum þegar við setjum þetta upp á render þá hefur það líka áhrif að ef að hún finnur ekki envskrána þá krassar hún í að reyna að keyra hluti. Þannig að þetta er allt svona, það er alltaf að passa upp á að þetta spili allt saman. Ok. Ef ekki bara segja þetta gott með verkefni 2 og snúa okkur á verkefni 3.